Hver er munurinn á heilkjörnungum og dreifkjörnungum? Hvoru tveggja eru tegundir af frumum. Heilkjörnungar eru frumurnar í okkur, öllum dýrum, öllum plöntum, eiginlega öllu sem við sjáum með berum augum. Dreifkjörnungar eru bakteríur. Og með þetta eru bara allar venjulegar frumur sem við þekkjum. Þetta eru bæði frumur, bara hvor gerðin af frumum. Þessar eru miklu stærri og við teiknum þær oft svona. Hérna er umfrymi, þetta er kjarni og þetta er frumuhimna. Bakterían er vissulega með frumuhimnu, en hún er ekki með kjarna og hún er ekki með frumulíffæri. Hér eru frumulíffæri. Og ef þið viljið læra meira umfrymið og frumulíffærin, þá getið þið kíkt á myndband sem ég hef gert sem heitir bara dýrafruma og plöntufruma. Þar er ég að útskýra þetta. Hér er ekkert, því að hér eru litningar og erfðaefni. Hér er eitthvað sem heitir plasmíð, sem er litningur. Yfirleitt einn hringlaga litningur. Síðan eru ríbósóm hérna, það er svona allra einföldustu frumulíffærin eru hérna en flóknu stóru frumulíffærin eru ekki. Þannig að bakteríur, dreifkjörnungar, eru pínlitlar frumur með frumuhimnu, eiginlega engin frumulíffæri og hringlaga litning. Heilkjörnungur er með heilan kjarna, heilkjörnungur þýðir heill kjarni, dreifkjörnungur, það er búið að dreifa kjarnanum allt, eru með kjarna með litningum og frumulíffæri í umfryminu. Það getur verið frumuveggur hér, það getur líka verið hérna hjá plöntufrumum, þannig að það er sumt sem er svipað, en þetta er stóra málið. Ekki frumulíffæri, mjög einföldið, næstum því engin frumulíffæri, stórar frumur, litlar frumur. Þetta er í öllum dýrum, öllum plöntum og öllu sem við sjáum með berum augum. Þetta eru bakteríur, við þurfum smásjá til þess að sjá þetta nema við séum með þeim mun meira af þeim á sama stað sem gerist nú ekki svona nema við séum að búa það bara hreinlega til.